bara fyrir því að segja góða kvöldið og þakka fyrir það góða boð og að koma að tala hér í dag eða kvöld og gaman að sjá okkur líka. Ég vildi lengi ákveða hvað ég ætla að tala en svo var eiginlega niðurstaðan sú að tala það sem var kannski ástæða fyrir því ég bauð mig fram til stjórnlagarans. Það þannig að við búum í samfélagi sem hannað af ófötluðu fólki fyrir ófatlað fólk. Og þegar fatlað fólk annars vegar, þá fer yfirleitt alltaf hliðina. Og til þess að það ekki saman stjórnarskrá sem væri bara ófötluðu fólki fyrir ófatlað fólk. Og þá ákvað ég að bjóða mig fram. Og mjög þakklátt fyrir það traust sem ég hef sýnt þegar ég var kosin. Ég ætla að tala það af hverju ég trúi því að stjórnarskráin nýja gefi fötluðu fólki von betri framtíð og þar með okkur öllum. Ég ætla ekki að tala það því það eina sem ég hef áhuga eða því að það eina sem mikilvægt. Heldur finnst mér það skylda mig að ræða það hér í kvöld af því að þetta er mikilvægast akkúrat núna fyrir mig að gera það. Og langar minna á að ég ber að tala það að fatlað fólk ekki eins og kemur bjór allir eins. Heldur þetta riftahópur sem svona 10–15% þjóðarinnar, alls konar fólk sem tilheyrir líka fleiri hópur í samfélaginu og upplifir oft svona samþætta og margslungna mismunun. En veruleiki okkar sem búum við einhvers konar skerðingar þannig að við búum við mannréttindabrot á hverjum degi. Ekki af því að við erum eins og við erum, heldur vegna þess að samfélagið við bregðum svo mikið þegar við verðum til og veit ekki hvað á við okkur að gera. Ef þið pælið í því að þá sjáu þið væntanlega ekki oft fatlað fólk út á götu. Það er frekar ósýnilegt og afskipt og það er ekki af því að þið hefur ekki áhuga á því að taka þátt í samfélaginu eða nennir því ekki eða getur það ekki. Það er einfaldlega vegna þess að það hefur ekki tækifæri til þess. Tækifærin eru skert með því að það er ekki aðgengi, það er engin aðstoð, það er takmarkað aðgengi að upplýsingum og svo framvegis. Þessi mismunun felst líka í því að það er ekki alltaf aðgang að heilbrigðiskerfinu, ekki endilega rétt til lífs og svo framvegis. Til dæmis þetta hús er ekki hannað fyrir fatlað fólk. Þannig er ég hérna á gólfinu að tala á því húsið var hannað þannig að það var gert ráð fyrir að fötluð mann sem kemist inn til að hlusta en þú áttu bara að þegja, ekki komast upp á svið til að segja eitt. Eina ástæðan fyrir þessu ástandi er svo að við búum við veika lagastoð og ég tel að með þeim breytingum sem hafa verið gerðar í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar að þá megi bæta hana og breyta á grundvelli hennar við mikið. Hluti af svona dæmi það sem ég tel vera mikilvægar breytingar fram á við er að í 6. greininni í jafnræðisreglunni er núna tiltekið að banna sig að mismuna á grundvelli fötlunar. Það er jafnframt úr 7. grein rétt til lífs, eða meðferðin rétt til lífs. Það er þannig að mörg börn, fötluð börn, hafa ekki samt tækifæri til að lifa af því að læknavísindin nenni ekki að standa í því að halda þeim á lífi. Það er 10. grein mannhelgi sem tilgreinir sérstaklega til dæmis kynferðisofbeldi en fatlað fólk er fyrir 50% meira kynferðisofbeldi heldur en ófatlað fólk. Þá líka við börn. 12. grein fjallar sérstaklega börn sem ég tel mjög mikilvægt framfarsskref bæði fyrir fötluð og ófatlað börn. Og svo tala svona öðruvísi og betur félagsleg réttindi þar sem orðræðan hefur verið breytt, verið ekki niðurlægjandi og talaði sérstaklega það að tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis og það er þannig að margt fatlað fólk í dag býr ekki við það. Það tala heilbrigðisþjónustu og tala hún skuli vera aðgengileg til dæmis og það er útskýrt ekki bara það þannig að nota heilbrigðisþjónustu heldur hvernig heilbrigðisþjónustu og það tel ég mikilvægt og það má ég fara yfir á margt annað í mannréttindakaflanum og saman og segja menntun. Og það sem þetta er líka mikið framfarsskref, mjög mikilvægt, er að í svona rökskýring á gögnum og gögnunum sem skýra út hvert ákvæði að það er alls konar skilgreiningar og áherslur sem minna á þennan tiltekna hóp í samfélaginu.
Svo svona gagnrýni sem hefur komið fram varðandi manntakaflan til dæmis að þetta sé bara svona einhver fagurgali og að þetta sé bara einhver svona draumaheimur sem geta aldrei orðið að veruleika og hún hefði bara endalaust fjármagn og við verðum bara aftur á hausnum og allt í volli. Og mér finnst svolítið mikilvægt að tala þessum það vegna þess að þegar við tölum mannréttindi sem fagurgala að þá finnst mér fyrst og fremst það slæmt. Það er að niðurlægja stóran hópa fólki sem þarf að berjast fyrir á hverjum einasta degi. Það er að segja það og það sem það er að berjast fyrir upp á hvern einasta dag sé ekki til. En ef við horfum kringum okkur þá búa valdameiri hóparnir við þessi mannréttindi. Og þá er svolítið sérstakt að segja að það sé vonlaust fyrir heimahópana að gera það. Það sem er líka sérstakt að tala fagurgala er að við horfum til annarra þjóða og þá sjáum við að miklu meira hefur verið gert og þar eru náttúrulega miklu meira árangur og ef það var hægt þar, hvers vegna er það ekki hjá okkur. Og þó það verður kannski aldrei fullkomið og ég kannski aldrei verður fullkomið því við eigum alltaf að gera kröfu að verða betra, að þá er það skylda okkar, bæði fólksins í landinu og þeirra sem að stjórna og sem að hvaða lefnveri það er, að vinna að því alla daga að hér ríki jafnrétti. Og til þess að það geti verið, þá verðum við að hafa skýra lagaramma í kringum það, ekki síst í stjórnarskrá. Það er allavega að mínu mati. Og að lokum, ég get náttúrulega tala alltaf morgunska þegar viljið, en ég kann ekki gera það. Og setning sem ég heyrði fyrir stund síðan eða tvær sem er okkar nefn og það er svona equality is better for everyone, það er jafnrétti betra fyrir alla og það er til ákveðlega það sem það snýst Við getum alltaf, það er endast ekki peninga þegar það tala jafnréttismál og það er svo dýrt og flókið og erfitt og svona. En rannsóknirnar sýna sem hafa verið gerðar að það sem er jafnrétti, að það líður öllum miklu betur, sem þýðir það að það er miklu minni kostnaður sem fylgir því að öllum líður vel. Það er minna glæpi, það er minna heilsufarsvandamál, það er minna margt sem að gera það verkum að það skapast mikil kostnaður fyrir þjóðfélag. Svo annað sem ég sá líka, sem ég veist kannski mikilvægt, þá við skiljum eftir, eða ég skilja eftir hér, það var bara mynd og það var mynd af stelpu í Afríku og það var að tala rétt kvenna til menntunar og þá var að konur eða stelpur sé ekki vandamálið, heldur sé lausnin og ég held að það sé þannig að allir hóparnir í samfélaginu sem verður verið mismunum, fatlað fólk, hinsegin fólk á ólíkum kynþætti, heldur meirihluti, konur og svo framvegis, séu einmitt lausnin við flestum þeir vandamál sem við glímum við. Af því að meðan að það er ekki virt og meðan að það getur ekki tekið það samfélagið á borð við aðra, að þá er samfélagið brotið. Það er einhver hluti af samfélaginu að taka þátt, hluti af þekkingunni að nýtast, hluti af kraftunum og þá getur ekki verið að komast allir leið. Það bara getur ekki verið. Þannig að ég vil spyrja lokum hvers vegna eru hrædd við að hafa skilmannréttarákvæði og þegar það er eina forsendan til þess að við uppfyllum, til við getum skapað aðstæður til þess að allt fólk, alls saman hvernig það í veröldinni geti uppfyllt skyldur sínar í lýðræðisríki. Takk.